Minkamunin í 13-12 kom með 11 skot varinn hún Íris Björk Símonardóttir, þar af 4 vítaköst. En Rebekka var vakandi þarna, hirti frákastið og hann og Sula fekk annar færi. Hálf mínúta í að framverðið með fullskipalið. Heimsmarksmunur. Karen og Birna upp. Anna Úrsula tekur þetta alveg mögnuð. 15 sekúndur í manni núna. Höndin komin upp og Birna Berg með skotið og Guðni Jenny með sitt 4. skot. Já, vel var í háni. Kemur Hrafnhildur, Kristín. Vel spilað Karolína í gegn, en skotið í nærstöngin og framhjá. Og þá framkomið með fullskipalið. Leysir Birna úr vinstra horninu, Birna. Já, vörnin tekur þetta. Enn einu sinni þannig að hafa vörnin hjá Val. Verskot. Það var það podcast. Já, allt klárt til þess að þetta geti hafist á ný. Birna, Sigurbjörg. Já, vel góðu vörn sig hjá Val. Ná ekki að finna opnun og enda við að tapa boltanum. Hrafnhildur róa leikinn niður. Geta jafnað hér. Hrafnhildur, aðröðningur. Íris Björk með langa bolta fram á Paulu. Karen, Birna. Karen leitar að línunni og ekkert dæmt. Tapaði bolti. Þann getur Valur hérna með til 5 mínútur vinnar hér að seinni hálfleik. Þessum æsispennandi toppslag. Hafdís María Erringsdóttir komið hér í vinstra hornið hjá Val. Rebekka Rut var aðeins að kýla sig. Hafdís leysir. Já, Hrafnhildur upp en Íris ver. Og það er einn kast sem að Valur á. Og Kristín Guðmundsdóttir með gott skot, skora sitt fyrsta mark í Hafnarmetin í 13-13. Enda eftir að skora í seinni hálfleik Fram. Minnir óneitanlega á deildabikarinn þegar varnarleikur Vals með hvað að segja mætti til leiks í upphafi seinni hálfleik, svo landaði sigrunum. Karen, Birna upp og enn verður Guðni Jenny. Þar er öll 3 skotin sem rata hafa markið hér í seinni hálfleik. Það komið 5 skot alls. Kristín og Hrafnhildur. Enn varið og enn þetta vítakast. Þá kemur Annette Köfli til að taka vítið. Íris Björk búin að verja 4 vítaköst. Hvað gerir hún hér?
Það í stöngina, þurfti ekki að verja það. 5. vítakastið sem fær forgörðum hjá Val og munnar það í svona jöfnuleik. Gengið ágætlega að fiska vítakastin koma sér í alveglega stöður en ekki afleitlega nýta þau. Hann skor úr 1 af 6 vítakastum sínum í leiknum. Valur. Já, Birna með skotið, það varið og aukakastæn. Karen. Já, Pála byður boltan þarna en það er fljótar að loka á klufinu sem myndaðist. Stillaður upp fyrir Birnu. Höndun ekki komin upp en ég segi þetta sé besti möguleikinn þeirra að finna færi þessa stundina. Skotið í slána. Nú kemur höndun upp. Allt og lengi að þessu. Karen fær aukakast. Aftur stillaður fyrir Birnu. Já, Anna Úrsula verð þetta. Höndin uppi. Löngsetting fram sem að Hrafnhildur stelur og hún með skotið. Íris Björk ver. Já, slagt skot frá Hrafnhildi. Engu jafnvægi þurfa skot og hefði auðvitað að geta vippað yfir hana þarna. Það er svo mikið að flýta sér. Guðrún og Birna og Guðni Jenny ver. Það er brotlegar hérna inn á línunni. Valstelpur, Sigurbjörg var að reyna að kasta sér inn í teginn og stöðva hana. Þorsteinn sá þetta. Birna og Karen. Það er gjörsamlega haldið Karen niðri í þessum leik. Valstelpur að skora 1 mark og fáar skottilurinnir. Það er hann að finna Pálu á línunni og hún skorar 14-13. Þarna losnar Anna Úrsula. Pavla lengi að skilja sér tilbaka og Anna Úrsula refsar. Komum með 3 mörk núna 14-14. Já, maður verður að brjóta alveg ef maður byrjar á því á annar borð sem hann refsað eins og hérna gerðist. Valstelpur hætti ekki og kláraði þetta með öðundumarki. Á mig eru Frastelpur stöðvar þegar kerfið er í fæðingu. Það kemur inn að brottu sín á Önnu Úrsulu. Aðeins svo mikið til sem taka þarna að mati Antons Gylfasonar. Það voru framar einum fleiri, það gekk ekki vel í fyrri hálfleik. Þeir voru það. Já, finna hérna Pálu á línunni, hún skorar. Já, farnar að finna hann á loksins. Hún skorar 2 mörk fyrir 15-14. Já, það Valur í smá vandræðum hérna einu fleiri. Mýrkvist að færa aukakastið. Pála fær mínútur. Fyrir óþjóðnáttamannlega framkomu mati Antons Gylfasonar.